Já, við höfum svona undanfarnar vikur verið að ræða gervigreind og reyna að átta okkur á því hvaða fyrirbrigði það hvaða áhrif það getur haft og kannski svona hvað svona karakter þetta jafnvel. Jón Guðnason, hann dósent í gervigreindarsetri í verkfræðideildinni í Háskólanum í Reykjavík og hann kemur inn í gegnum netið. Blessaður Jón. Sælvertu. Já, því að þú hefur nú kynnst gervigreindinni, ég vil ekkert kynnst henni, þá má nú bara spyrja hvers konar þetta klárt kvikindi? Já, þetta getur gert ansi margt sko og tækninni fleygir fram og við heyrum það alltaf meira og meira af gervigreind og hvað að gera. Það mikið svona hæp í kringum þetta hugtak, en það búið að vera alveg með okkur alveg í 70 ár eða svo, búið að vera bara fræðigrein og áhugi hjá mörgum. En svo svona fyrir 10 árum að þá fekk markaðurinn, fengu viðskipti og fyrirtæki mikinn áhuga og notuðu þetta hugtak í meira svona auglýsinga til að auglýsa hvað það voru að gera og við það svona byltu í raun og veru þessari grein og það voru svona kannski fleiri greinar innan tölvunarfræðinnar sem var svona kannski saminuðust undir þetta heiti. Þannig að þetta gengur svo mikið bara út á að gera hlutina meira sjálfvirkari og fá tölvuna til þess að hætta að gera meira en þess sem hafa verið að gera. Gera meira en henni sagt að gera, heldur að hún fatti eiginlega sjálf hvað hún á að gera. Já, akkurat sko. Svona klassísk forritun og klassísk forrit eru forrituð bara og það bara, þetta er bara svona stór reiknivél með miklu minni og þú segir bara hvert tölurnar eiga að fara og hvaða pixlar eiga að birtast og þess að þar. En þegar við komum út í gervigreind þá erum við komið meira út í að leyfa kerfinu, forritunu eða hvað sem þetta heitir, að taka sífellt sjálfstæðari ákvarðanir. Þannig að þetta svona almennt séð. En þú ert að vinna með gervigreind og hefur verið að því mörg undanfarin ár. Hvernig starfsfélagi þetta? Mér finnst þetta mjög spennandi. Ég held að vera mjög spennandi fyrir þessu. Mitt sérsvið talmál og greining á tali og talmerkjafræði og talvinnsla hefur oft verið í fararbroddi í notkun gervigreindar. Ég kem að þessu sem verkfræðingur frekar en stúdera gervigreindina per se, þannig að ég meira nota gervigreindina og komin í gagnið til þess að í raun og veru skýra hvað er verið að segja og hvernig þetta búa til tal líka. Þannig að við og þetta bara í mínu sérsviði er þetta bara mjög mikilvægt en þetta náttúrulega á mörgum sviðum gervigreind. En af hverju þessi áhersla á tal? Er það til þess að frelsa okkur úr svona helsi ritmálsins eða hvað? Mér finnst það hefur alltaf verið mér finnst talmáli vera spennandi mér finnst talmáli vera miklu meira eiginslegra að tjá okkur með tali frekar en að skrifum og það kemur svo margt fram í tali sem ekki kemur fram í texta. Þetta er auðvitað öðruvísi samskiptamáti og er miklu svona óformlegri og kvikari. En það sem kemur fram í talmáli umfram í textanum einmitt eitthvað sem að kannski maður myndi ætla að tölvanetti erfiðleikum með að merkja sem svona blær og tónn og undirtexti og tilfinningar og annað sem í sem að flestir eiga auðveldra með að tjá sig í tölumáli heldur en í ritmáli. Þú þarf eiginlega að vera snillingur á pennan til að ná þeirri tilfinningu sem að þú missir við að fara úr talmálunni yfir í ritmálið. Já, það einmitt bara áskoranir í talgreiningu og talvinnslu þessa dagana að nota
gervigreindina ekki bara að skýra út, skrifa niður hvað er verið að segja, heldur líka hvaða áherslu er verið að leggja á hver er að tala, mjög, þú veist þannig að það er þetta auðkenna upp að þessu marki, hver talandan. Svo er þetta líka nota mikið í svona heilbrigðistækni, verið að reyna að greina hvort að fólk sé til dæmis stressað eða með einhver sjúkdóma eða eitthvað svoleiðis. Það hljómar nú allt sem eitthvað svona njósnatæki að finna hver er að tala, er hann stressaður. Ég sé fyrir mig bara svona kaldastríðsbíómynd sko, þegar þú ert að lýsa þessu. Það er nefnilega margt sem að kemur þarna við sem er svona á siðferðislegu nótunum og þarf að fara varlega, stíga varlega til jarðar. Ég hef verið að með annað rannsóknarverkefni í samstarfi við sálfræðina í HR, þar sem við erum að skoða möguleikana á því að nota þetta til þess að greina hvort að flugfarastjórar séu orðnir of stressaðir eða ekki nógu mikið stressaðir til þess að vinna vinnuna sína. Þannig að þetta getur verið mjög hentugt fyrir svona fólk sem er í kritísku starfi. En vissulega má misnota þessa tækni og það eru þetta hluti af því sem fólk er að segja núna með gervigreindina að það er svona ákveðin teikn á lofti með hættur og annað. En ef við má aðeins alltaf áfram þetta með ritmálið og talmálið, af því að ég hef svolítið, af því ég er blaðamaður og byrja í texta og sitt núna og tala allt upp úr mér, að ég hef alltaf svona tilfinningunum að vera frekar að fara yfir í meira talmál og annað slíkt og séð fyrir mér að það hleypir umverulega stórum mössum inn í umræðuna sem að sumuleyti voru utan hennar út af því að hvað ritmálið er umverulega erfitt tæki. Það þarf tiltölulega mikla leikni til þess að geta tjáð sig sterkt á ritmáli á meðan að okkur er það eiginlega náttúrulegt að tjá okkur í talmáli. Er eitthvað svona hugmynd á bakvið þetta að það sé eitthvað, ég segi ekki svona opni fyrir lýðræði eitthvað slíkt að það hleypi fleirum að tækninni og valkostum og tækifærum ef að við erum meira í talmálinu heldur en í ritmálinu. Alveg hiklaust og við höfum verið í góð samstarfi til dæmis við félag lesblindra og blindrafélagið og þar sem að áherslan er lögð á í raun og veru bara grunn mannréttindi, fólk sem að á einhvern hátt út af einhverjum ástæðum getur ekki tjáð sig í gegnum texta og við höfum það verið mjög lærdómsríkt í raun og veru að vinna með þessum hópum og það má líka kannski segja það, þú veist, það er ekki bara lesblinda eða sjúkdómar, það getur líka verið bara annarsmáls þættir. Þannig að við höfum verið að vinna með hjálpa búa til tækni sem að leyfir fólki að læra íslensku sem er með annar mál. Og okkur kannski að yppa gogga út í heimi þó að við séum að tala mál sem að raunverulega enginn skilur. Það er svo hlutastlega fáir að það er að segja að skiljið enginn íslensku. Já. Og það er að brúa þessi tungumála skil sem er á milli landa og menningarheima sem er vonandi til þess betra en það getur auðvitað brugðið til beggja vona með í því. Ég veit ekki hvort ég megi verið að toga þig lengra eftir þessari braut en gæti maður séð að jáfnvel þannig fyrir sér að sú manntegund sem að náði sterkari stöðu með Gutenberg-byltingunni að hún sé kannski að svona yfirburðastaða hennar gæti minnkað við það breytingar sem eru ófyrirsjáanlegar. Já, ég meina það eru Gutenberg-byltingin og þessilega, en sko í stóra samhenginu þá er þetta prentverkið var stór bylting og eins og bara fleiri tækniframfarir, Edison og Síminn og fyrir 130 árum eða 50 árum síðan og við hverja svona byltingu þá hefur þetta bara umtalsverða breytingar í för með sér í samfélaginu. Og margs konar öðruvísi fólk kemst að sem ekki komst að áður. Tæknin og tæknibreytingar hafa alltaf þetta í för með sér að það býr til tækifæri
fyrir fólk sem að mögulega hafi ekki tækifæri áður. Við sjáum þetta í pólitískri sögu, þar sem að útvarpið bjó til Hitler, sjónvarpið bjó til Kennedy, samskiptamiðlandi bjó til Trump, og Guð hjálpa okkur hvað gervigreindi kemur með hand okkur. Já, við bíðum bara spennt og sjáum til. Já. Herðu, en hún myndist á varúðarorðin, þeirri sem að vinna með þetta, finnst tæknin fara of hratt og þessi alls konar álitamál sem eigi eftir að finna út úr hversu sem á að gera það. Hvað, þú vinnandi með gervigreind alla daga, hvernig slæri þetta þig, þessi varúðarorð? Sko, ég hugsa alltaf meir og meir þetta í svona undanfarin ár. Mér fannst þessi umræða svona þegar ég var, nýbyrjaður sem fastur starfsmaður í háskóla, lektor, dósent, svona, við erum svo sérhæf, við erum svo mikið að vinna bara við að leysa einhver lítil mikilvæg vandamál til að koma tækninni áfram og það margt fólk eins og ég held gruna mig sem að bara hugsa kannski ekki alveg stóru myndina eins mikið og hugsar tæknina sem slíka. Og og ég svona svolítið svona eins og kannski fræðimenn eru hikandi við að fara að blása eitthvað út. Það ekki fyrir maður kannski komin á eldri ár eins og var í fréttum dögunum að Geoffrey Hinton, mikilvægur rannsakandi í gervigreind var að segja sig frá Google svo hann geti talað meira þetta. Það ekki fyrir þá sem að þeir fara að tala, okkar stétt sem að fer að tala kannski. Fólk orðið eldra og komið með svona yfirsýn. Þess oft gerist hjá fræðimönnum að það svona efri árum sem að menn fá svona góða yfirsýn á meðan að kannski yngri menninir eru bara á kafi ofan í tilteknum verkefnum. Svolítið og kannski tækni megin. Ég myndi segja kannski að fólk, ég kannski þekkja það en mig grunar að þetta sé kannski aðeins öðruvísi þegar kemur að hugvísindunum og félagsvísindunum þar sem að þeirra verksvið beinlínis að skoða umræðina og skoða svona hlutinni í stærri samhengi og það við það kona mín félagsvísindunum stjórnmálafræðingur og lögfræðingur og vinnur hjá HÍ og ég heyri mikið hvað að gerast þar og ég svolítið hræddur að þekking á tækninni sé kannski ekki nóg á þeim sviðum því að þar því að mér finnst okkur vantar í raun og veru fleiri lið með okkur til þess að skilja hvað að gerast og þetta á ekki bara að vera einkamál okkar tæknimanna okkar tæknifólks að hvert tæknin að fara. En einhver getur orðað þetta öfugt, Jón, að sagt að ykkur vanti eitthvað sans fyrir félagslegum þáttum, ykkur vanti sens fyrir siðferði og öðru slíku. Þú ert eiginlega að segja að siðfræðingur hann þurfi líka að verða svolítið sleipar í tækninni til þess að samtali geti farið fram. Ég held að ég kalla eftir svona ekki minni sérhæfingu en ekki sömu einblíningu á sérhæfinguna. Við þurfum meira renaissance fólk sem að getur aðeins hort yfir sviðið og tala saman og unni saman milli sviða. Vísindasamfélagið það er mjög erfitt að stunda þverfaglegar rannsóknir. En gætum við ekki líka sagt, Jón, að það skiptir engu máli hvað þú segir eða hvað ég segi, þeir sem að munu ákveða þetta eru þeir sem að eiga þetta, reka peningana í þetta og þar verða ákvarðanir teknar hversu hratt þetta þróast. Jú, sko það er ákveðin hugsunarháttur og stundum verður maður bara svona, leiðir maður upp höndunum og hugsa bara hvað máli skiptir þetta þegar Elon Musk bara ákveður þetta eða eitthvað. En sko ég held nú samt að ríka fólki stjórnast líka af almenningsáliti og pólitík og þetta eru stór áhrif sem að hafa ganga í báðar áttir, myndi ég halda. Og þeir eru líka þó svo að kannski
stóri kraftar í markaðnum, í kapitaliska kerfinu sem við búum í, sem er erfitt að eiga við, en ég trúi því nú samt að langt flestir einstaklingarnir sama hversu ríkir þeir eru eða áhrifamiklir að þá held ég að þeir búi yfir góðum ásetningi. Allavega þegar kemur að svona, endalokum mannkins spurningum og öðru þess að það, sko. Mikilvægt trúðin, það má vel vera Já. Og þeir eru alveg sama þótt að þeir eru bara verið að ríkastir. En það er ljóst að við erum að einhverju leyti, svona kerfin okkar og umræðan og allt þetta er að einhverju leyti illa undir þetta búin, og þá er eftir að spyrja raunverulega hver er hættan, sko, hver gæti skaðinn orðið og hversu áríðandi er að það verði fundin einhver leið til þess að taka einhver svona sameiginlega ákvörðun hversu hratt þetta getur gerst og hvernig þetta getur þróast. Já, það eru alveg nokkrar hættur sem það er kannski mikilvægt að reifa. Og það er sko, fyrsta lagi bara, sko, það er bara spurningin hvort að tæknin ýti undir mismunum milli þjóðfélagshópa eða ekki. Og ég held að það sé mikilvægt að ég held að það sé mjög bara áríðandi og vandamál sem að ég held að flest tæknifyrirtæki sé að vinna í, en tækninni sem kemur svona ný upp úr kassanum, 5 ára gömul eða svo, hún getur verið svolítið svona, séð dæmi það að birtist mjög rasískar einfalda gervigreindir sem að þarf að bara spyrja upp á nýtt að búa til og annað, sko. Og stundum getur hlutdrægnin verið mjög svona, hvað maður segja, svona, hún ekki alveg augljós, en svona þessi hlutdrægni, bias, eins og kallað ensku, það er mjög mikið unnið og skoðað varðandi það. Ég veit til dæmis að fyrirtæki sem kom með þetta, sem var mikið í fréttum og er mikið í fréttum dögunum, ChatGPT, OpenAI, þeir voru með heila deild sem er að skoða bias í netinu sínu og er að passa upp á að það gerir sem minnst af því. Og ég held að gangi alveg sæmilega með það, en þetta er svona eitthvað sem það þarf að hafa augunni opin. Það er raunverulega hætt á því að gervigreindin dreifi of heimsku samfélagið. Já, það er sko einmitt, svo kemur það sko bara svona hvað er rétt og hvað er ekki rétt. Það er dæmi núna nýlega bara að gervigreindin sé bara búa til eitthvað, bara býr til eitthvað sem er mjög samfærandi, en það gerist aldrei, og þetta er bara ekki eitthvað nýlegt dæmi að einhver spurði hver Jóhanna Sigurðardóttir væri, og það var sagt að hún hefði verið formaður Sjálfstæðisflokksins, og bara mjög sannfærandi svona textum hvað henni hefði gengið vel með Sjálfstæðisflokksins. Og rökstuðu það bara ef þú andmælir, þá er bara gervigreindin bara eins og besserwisser vilja vera, bara þrætir á móti. Já, þannig að þessi spjallmenni eins og eru núna, það er ekki til í raun, sjálfsagt ekki til en greind bak við hana. Greindin felst í bara því að geta búið til góðan texta. Þannig að þar liggur greindin. En hún nær ekki lengt dýpra en svo að hún veit voðalega lítið heiminn. Ég skjóti inn einu, það var einhvern tímann manni eftir, það var einhver að veltaði fyrir sér af hverju Halldór Laxness hefði trúað svo lengi á Stalín og félaga. Og þetta er svona, ég veit ekki hvað þetta er interessant umræða, en ég man að niðurstaðan var svo að maðurinn komst að þeirri niðurstöðu og sagði sér svo að eins og margir stílistar, þá var Laxness að sömuleyti sko ástfanginn af pennanum sínum, og hann vildi trúa því sem að var vel stílað. Þannig að ef að gat orðað það fallega, þá vildi hann trúa því.
Og mér datti ég þurfast að segja þetta að spjallmennið, ef það fyrst og fremst að hugsa að búa til orð og svona, að þá vill að falla svolítið fyrir því ef þau tekst að búa til setningarnar og mæla hlutina fram, þá vill að trúa því. Já. Ekki endilega að sé eitthvað vitað á bakvið, sko. Já, þetta er svona bara einhvern veginn tilfinning frekar en harri hugsun, sko. Já, einmitt. Bara svona einhvern veginn í viðbræðinu, sko. Hvað er rétt og hvað er ekki. Og þú veist, það er ennþá verið að setja þessa hluti saman. Það er langur vegur í að búa til eitthvað sem að myndi kallast greind hana bakvið. Ekki það að fólk sé alltaf að reyna og hlutirnir hafa stundum þann eiginleika gerast fyrr en maður heldur. Þannig að ég... En hættan, þú ert eiginlega að tala frekar ágalla heldur beint hættu. Er ekki hætta á að gervigreindin taki yfir með einhverjum hætti? Já, það er svona stóra, svona meira langtíma hættan. Það eru fleiri ljón í veginum bara núna, svona sem að, þú veist, já, þannig að ég byrjaði á þessari hlutdrægni sem er stórt mál, en svo eru falsfréttir auðvitað annað, þú veist, notkun gervigreindar í heriðnaðinum, sko. Þú veist, það er svona, já, ég hef nú ekki kynnt mér það nógu vel, sko, en ég get ímyndað mér að það sé fólk hérna sem er að reyna að búa til eitthvað sem ætti alls ekkert að vera að reyna að búa til. Eftirlit með fólki og brota á svona persónuvernd eða sem er verið að greina fólk bara á labbi út á götu og... Já, það er auðvitað, svona eftirlits innan, það er í sjálfum sér, sko, hefur ekki verið mikið talað það innan gervigreindarinnar sem slíkrar, heldur frekar bara sem vandamál innan, sko, bara tækninar og tölvunarfræðina. Það má auðvitað, sko, það er ekki í sjálfum sér gervigreind það sem kemur að heldur frekar bara manneskjan og hvernig hún notar, sko, greiningartækni. Og eftirlits, sko, hvernig við förum með hlutuna á netinu og hvernig Facebook og Google fylgjast með okkur til þess að geta sett auglýsingar fyrir framan okkur. Og með svipari tækni er þetta í raun og veru ít okkur í einhverja átt sem að við höfum annars ekki farið og þá förum við að, sko, tala þú veist, hvort að við séum með, mannfólki séu komið með, sko, sjálfstæðan vilja eða ekki. Tæknin í raun og veru fann að stýra okkur það mikið að við getum farið að draga sjálfsákvörðunarrétt manneskjunnar í efa, sko. Ég var að vísa til þess að fólk gervigreind geti hjálpa tölvunum til þess að þekkja okkur út á götu og sem að verða að greina okkur eiginlega alls þar, það var eiginlega no place to hide, eins og sagt er. Já, svo er það líka eftirlits. Það er meira svona, já, er það ekki... Það er meira svona ríkisstjórnir sem ríki sem er meira að skoða, þetta er svona blanda saman, en já, auðvitað er þetta svona eftirlitsiðnaðurinn svolítið stórt mál. Og það má sjálfsagt segja að gervigreindin spili þar öllu líka. Þannig að svona... En hún getur orðið til þess að verði til samfélag sem er kannski ekki eins geðfellt og við myndum vilja. Flest þessu svo nefnir er eiginlega ítust út í samfélag sem er kannski ekkert eftir svona verð. Nei, einmitt. Já, einmitt. Og það er, sko, og það er spurning hvort að við séum að, og þarna segi ég, þú veist, það væri, mjög gott að fá meira samtal milli greinana, því að þarna erum við að tala hvernig við skipuleggjum samfélagið okkar, þjóðfélagið okkar. Ég ætla rétt að vona einhverjir aðrir en verkfræðingar sé að pæli því og geta kannski hjálpað okkur í að skilja það betur. Þú veist, hvernig, því að þarna erum við ekki bara að tala um, sko, tölvuna, sko, og tölvutæknin og tölvukerfin, heldur hvernig, sko, kerfi mannana virkar. Þetta er bara eitthvað sem þú veist, þetta er bara eitthvað sem ríki og þú veist, opinber starfsemi hefur gengið út á í árana raðir. Veist, og búrókrasía og hvernig já, þannig að það á miklu lengri sögu heldur en tölvutæknin. Og kannski eftir að segja það að ef þú hellir
gervigrindinni yfir samfélag sem brokað eða óréttlátt þá getur það bara magnað upp veikleikana og óréttlætið. Það lagar ekkert. Já, akkurat. Clinton hélt nú á sínu tíma að interneti myndi laga Kína og annað kom í ljós. Þeir náðu að loka fyrir internetið og stjórnaði. En við sjáum til hvernig þetta gengur en já, þannig að það er margt þar. Og svo kannski síðasta atriði sem svona, þú veist, sem í náinni, það er bara áhrif gervigrindarinnar á vinnumarkaðinn. Og þar hef ég minnst af einhvern veginn áhyggjur. Þetta mun breyta vinnumarkaðinum kannski einhverju leyti og kannski er það alvarlegt fyrir einhverjar þjóðir út í heimi en svona á Íslandi finnst mér, þú veist, mér finnst einhvern veginn Ísland vera þannig þjóðfélag að við erum alltaf að ganga í gegnum einhverjar breytingar. Íslendingar eru vanir því að fara með tækninni og síldin kemur, síldin fer, kemur að ferðamenn, þú veist, við hoppum í einu og annað og við erum vöndir. Og ég er þar lendi ekki mikið hræddur það þó að eðli starfa á Íslandi munu breytast. Ég held að þjóðfélagið okkar sé mjög sveigjanlegt gagnvart því, sko. En auðvitað hefur það áhrif. En ávinningurinn af velvæðingu vinnuaflsins náttúrulega mest til þeirra sem eiga fyrirtækin og nú það eiginlega fyrst og fremst einkaaðilar. Það hafa verið svona hugmyndur að skattleggja velmennin á móti til þess að greiða fyrir líklega þær samfélagsumbreytingar sem þurfa að vera út af tap í starfa. Já, og þarna einmitt kemur samtali við félagsvísinda fólki líka og viðskiptafræðingana og lögfræðingana, sko. Hvernig getum við tekist á við þetta bara sem samfélag þegar þú veist, eiga bara eigendur fyrirtækja að njóta einir góðs af því að sjálfvirkninni eða einhvern veginn hægt að deila þessum störfum, deila þessari hagnaði. Eða hvernig gerist það líka? Við höfum dæmi úr nýliðinni sögu á Íslandi að velvæðing fiskvinnslunar, það er ekkert svo langt síðan, ég held að sé bara svona 30 pluss ár síðan að voru 12.000 fiskverkafólk, mikið til konur, en núna er það vel innan við 2.000. Og þá má velta fyrir sér ávinningurinn sem að velvæðingin fól í sér. Hvert fór það? Það fór allavega ekki til þessara 10.000 sem ekki að vinna núna, heldur fór það til eigandana. Já, akkurat. Ég segi bara, ég vann í fiski sem unglingur og ungur maður og ég segi bara sem betur fer. Já, Marel frelsaði frá því að vera eitthvað staðar blautur í fæturnar í móttökunni í ykkur vistúsi. Já, ykkur slóri, já. Ekki það hafi verið góður í lífsinsla, en ég held að það sé gott á okkur leiti að það þurfi ekki ykkur að gera þetta, sko. Já, það er alltaf spurningur hvert ávinningurinn fer. Það er spurningur hvert ávinningurinn á að fara og hann að renna bara beint til stærsta hlutafans eða ekki. Já. Herðu, en þetta var það breytingar sem gætu orðið, en ég nefndi líka áríðanleikan af að við tökum ræðum þessa hluti og mótum einhverja aðgerði hvernig tekið á móti þessari tækni. Hver er áríðanleikin? Er ómúlegt að segja það? Getur tæknin í jólin vera orðin þannig að hún er kannski það sem að þú hélst fyrir 2 árum að yrði kannski miðju öldin eða eitthvað slíkt? Er raðin eða hröðunin orðin slík? Já, sko, þetta er, held ég, þú veist, eitt af því sem að við keppumst við að reynum að forðast sem mest er að spá svona því að það er alveg sko garantí að maður muni hafa rangt fyrir sér. En og það er alltaf sko einhvers staðar heyrði ég sko að gullna talan er 20 ár. Spáðu fyrir hvað gerist eftir 20 ár því að það er nógu nálægt til að vera áríðandi en nógu seint fyrir því til að taka ábyrgð á því. Þannig að þú sagði 2 ár, hvað hjálpum mér, þá þarf ég að svara fyrir hvað þetta verður. Ég sko, já, eins og ég segi, bara í stuttumáli, maður veit ekki. Ég get sagt að sko, þegar ég útskrifaðist úr HÍ með meistaraprófi í merkjafræði og minnstugreiningu,
að þá fannst mér talmáli vera með spennandi og ákvaða að fara í doktorsnámið í Imperial College í London. Og eitt af því, svona mín stóra sýn var að mér fannst talgreining vera mjög spennandi. Mér finnst mjög spennandi að hugsa til þess að maður geti talað við tölvuna og þessi hugmynd að maður geti talað sitt tungumál, til dæmis íslensku, og hinum enda símans heyrist bara þýska. Og sá talar þýsku og maður heyri íslensku á móti. Bara svona þessi hugmynd, svona í gróndráttum, hún var mjög mótiverandi fyrir mig og ég hugsaði sko, ég mun örugglega ekki vera einhver sem að geri talgreiningu að nóga fólki úti, en ég get kannski látið að mig kveða, gert eitthvað að bæði alþjóðlega og síðan passað upp á að þetta gerist fyrir íslensku. Og ég ímyndaði mér alltaf, þetta 2002 kannski, ég ímyndaði mér að þetta myndi örugglega taka 20 ár. Og þetta tók kannski 15. Já, ekki kannski með þýðinguna, það var kannski eftir að gerast, en talgreiningin sem slík. Við byggum til fyrsta íslenska talgreiningin á Íslandi 2015-16 og þannig að það skeikaði nú ekki nema nokkrum árum þar. Þannig að svona, þetta þessi hraði, en svo gerist hlutirnir líka núna hraðar eftir því sem að fleiri hlutir verða til og verið sjálfvirkari, þá gerist hlutirnir hraðar. Og í svona hröðum breytingu þá mjög erfitt að segja sko, það eins og við séum bara í einhverju broti sko. Þannig að það bara bylting í gangi. Og einhverjir sem að standa mjög nærri þessu og horfa á fljótið, þeir upplifið að hraðinn sé svo mikil að við höfum eiginlega enga stjórn á því hvernig við ætlum að taka við þessu. Það lítur að vera ástæða fyrir þessi maður hætti hjá Google, hann bara sá fram á það að við þurfum að fara að gera eitthvað bara til þess að horfast í augu við hversu hratt þetta gerist. Já, hættan sem þeir eru að horfa á, George Hinton og Joshua Bengio sem var doktorsneminn hans og er núna stórt nafn í þessu líka, og þeir hafa verið að segja sko, þeir hafa verið að kalla á aðkomu stjórnvalda og alþjóðasamvinnu í kringum þetta og eru svona að hringja einhverjum viðvörunarbjöllum vegna þess að við þurfum að vera tilbúin þegar þetta gerist. Og það sem að þetta þýðir sko þetta brot eða þessi hætta, það sem að þeir eru að tala sko hvort að gervigreindin muni bara hreinlega taka yfir. Og eins og ég sagði að náðan að sko ég ekkert orðin ofhræddur það. Það eitthvað í það. Það eru, ég myndi segja minnst að kosti 5 ár, ekki 10, í að það gerist. Þú ert að spá inn á 20 ára og þessi bara 5-6 ára allar gervigreindin takk yfir. Já, eða svona fara að geta gert allavega, okay. Án þess að við þurfum að fara að spyrna einhvern veginn á móti. Það verður áhugavert að sjá hvernig svo þróun verður og hvernig samspil í raun og veru samfélagsins gagnvart tækninni verður varðandi það. Sko hættan þessi sko að gervigreindin alltaf búin til með einhver markmið, einhver svona markmið. Reyndu að skilja tal, reyndu að finna alla kettlingamyndir á netinu eða eitthvað þar á milli, og þessi markmið sem að við búum til, sem að setjum upp fyrir gervigreindina til þess að þjálfa eftir, það getur vel, við getum haft góð stjórn á því hvað þessi stóru markmið eru. En það getur verið að komi að því að til þess að ná þessum stóru markmiðum að þá þurfi gervigreindin að setja sig undir markmið. Og þessi undir, og þeim hefum við ekki stjórn. Þannig að það getur verið að við fáum ósamrýmanleg markmið frá gervigreindinni við markmið sem við mannkynið höfum. Til dæmis ef við myndum biðja gervigreindina að bjarga lífi á jörðinni, þá myndi hún líklega komast þeirri niðurstöðu að það veri best að útrýma mannkyninu. Það tala svoleiðis dæmi. Til þess að trén og annað, hver mest í skaðin á lífríki á jörðinni, það eru mennirnir, það borgar sig að eyða þeim.
Þannig að við verðum að passa okkur hvernig við setjum upp markmiðin í byrjun, en svo höfum við ekki stjórn á undirmarkmiðunum. Það er þessi þú veist, hvernig þessi samrýmanleiki eða ósamrýmanleiki verður og þá svo náttúrulega spurningin sko hversu vel eða illa, það er eiginlega það sem ég held í vonina sko, þó að gervigreindin verði mjög greind þá hefur hún kannski takmarka að geta að grípa einhvern veginn beint inn í, en það er náttúrulega verið að vinna í að gera allt sjálfur, þannig að það verður alltaf meira og meira af því, en já, þannig að það eru ýmsar hugmyndir þar á lofti hvernig er hægt að minnka þetta, en þá þarf samvinnu milli ríkja og samvinnu milli þeirra sem að stunda þessa tækniþróun og reglugerðir og við þurfum líka kannski að átta okkur á því hvað eru markmiðin okkar, hver eru markmið mannkyns. Hverjir eru líka við, við lendum líka í einu vandræðum, Jón, þegar við verðum að ræða þetta. Það var alltaf að tala ykkur á við, eins og mannkynið sé bara einn hugur, það er bara langt í frá. Það er bara ólíkir hagsmunir og alls konar hugmyndir og ólíkt afl til þess að koma sínum skoðunum fram, sko. Já, þannig að þarna er verk að vinna með því að halda, sko. En gæti líka orðið til þess að við tökum okkur taki mannkynið og komumst að því hvað það er sem að við viljum. Okay. Já, niðurstaðan er eiginlega svo að til þess að mæta gervigreindinni vel að þá ætti maðurinn og mannkynið að stefna því að verða sem best samfélag og sem bestar manneskjur. Já, ef maður verður bjarsi, þá held ég að það sé, kannski ítir okkur það í þess að það átt. Já. Herðu, þá verði ég að snúa mér að einhverjum öðrum en verkfræðingum með þær hugmyndir, eða ekki? ef ég finn eitthvað, sko, félagsfræðing eða siðfræðing eða eitthvað sem hefur þokkalega innsýn inn í tæknina. Já, endilega, fáum þeirra rödd inn í samtalið. Já. Ég held að það sé nauðsynlegt. Já, kæra þakkir, Jón, fyrir að koma hérna og ræða við okkur í gervigreind. Þetta er fyrir marga, er þetta ný hugsun og við þurfum að tala mikið og lengi til þess að átta okkur á þessu. Já. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar er hnappur sem segir skráning.